Uppgangur CrossFit á Íslandi hefur eflaust ekki farið fram hjá mörgum. Íslendingar að ná góðum árangri á stórmótum úti og meðlumum í CrossFit stöðum landsins fer sífellt fjölgandi. En hvað það eiginlega við sportið sem trekkir svona að? Og yfirleitt fólk fljótt að ná árangri og það held ég sem að sé svona það sem að heldur fólk í þessu. Allavega var það sem fyrir mig, sko. Maður byrjaði og tók allar uppbyggingarnar í teygju, sko, og fljótlega var maður farin að geta sleppt því og það svona þetta svo sýnilegur árangur. Það oft maður að byrja í ræktinu og maður svona sér ekkert, skilur alveg strax. En þarna sér það bara svart á hvítu og sko ég held að flestir kom inn og ætla bara til þess að léttast, sko, en svo fer þetta yfir þetta snúast bara það að geta lyftingra eða gert meira og ég held svona að fólk finnir sér betur í því heldur en bara að horfa á viktina, sko. Af hverju ferð þú út í CrossFit? Já, það góð spurning. Ég bara búinn að prófa ýmislegt. Maður var alltaf að lyfta eitthvað með fótbolta og handbolta og mér varst það svona orðið skemmtilegra heldur en að fara á æfingu. Þannig að þá fór maður eitthvað út í lyftingar, kraftlyftingar aðallega til að byrja með. Svo bara fannst mér það kannski ekki alveg nóg. Þannig ég ákvað bara svona að tjekka á þessu hvað þetta væri allt saman. Svo var ég bara eitthvað að ráfa þarna í átaki og kom þarna inn tvær sem æfandi hjá mér ennþá í dag. Og ég hafði bara stigvélina þarna einhver hlunkur. Og þær kölluðu mig og baðu mig bara að koma með þessar æfingu og ég bara, já, því ekki að prófa þetta bara. Og ég held ég bara ekki, ég allavega ekkert farið í ræktina eftir það, sko. Byrjaði þetta á glórulausri æfingu en það mál. Það aðeins að breyta sig þá, sko. Ég myndi ekki bjóða byrjandi upp á æfingunni sem ég byrjaði á, sko. Það bara hreinu. Hvað ertu að æfa mikið núna? Við erum að æfa svona þeir sem eru að reyna að fara á svona stórmót. Maður kannski að æfa 2 á dag í 5 daga vikunar, eitthvað svoleiðis. Þannig þetta eru kannski 3-4 tímar á dag, myndi segja, sirka svoleiðis. Sigurður Þrastásson fór ásamt fleiri Íslendingum út að keppa á Regionals, þar sem hann náði sínu besta árangri til þessa í einstaklingskeppni og lendi í 18. sæti. Gekk vel til að byrja með. Vann hana fyrsta hótið. Svo já, það gekk ekki alveg nógu vel hann daga 2. Þá áttum við að labba yfir svona hindranir á höndum, labba með tröppur og niður svona ramp. Það gekk ekkert sérstaklega vel. En það bara þannig að maður fær bara það sem maður leggur í þetta og ég æfði mig ekkert í því, þannig að þá bara gat maður ekki allir þess að það myndi ganga vel, sko. En endaði í 18. sæti og ég bara mjög ánægður með það. Það svona hæsta finishið hingað til hjá mér. Hvað er það stórt mót? Þetta frekar stórt mót. Það undankeppni sem er haldið fyrir þetta til þess að komast inn á Evrópuleikana. Og í heiminum er þetta 300.000 manns eða eitthvað sem taka þátt í þessu af báðum kynum og okkar svæði þá komast 40 karlmann inn á mótið en það er kannski af svona 30.000 manns eða eitthvað svoleiðis sem er að keppa á okkar svæði bara inn á þetta mót eitthvað svoleiðis. Þetta er ekki fyrsta skiptið sem þú keppir úti? Nei, þetta er 7. sinn sem ég fer núna. Ég farið 2 sem liði og 4. sinn sem einstaklingur. Annar raununa sem einstaklingur. Og þú farið á CrossFit Games sem er svona stærsta sviðið í þessu? Já, ég fór 2016, þá fór ég með liðinu mínu, eða fór með liðið að sunnan, CrossFit XI. Þá fórum við alla leið og það var náttúrulega það var samt svona, maður upplifir svona hlutina í gegnum sjónvarp og annað, svo fer maður að upplifa þetta sjálfur og þá var þetta svona eiginlega bara svona enn eitt CrossFit mótið, sko. En þú veist, samt geggjað, sko, að fara og keppa líka. Þarna var Fróning sem er svona Messi CrossFit, sko. Það var að byrja að keppa hann í liðakeppninni og það var heldur gaman að fá að takast á við hann í liðakeppninni. Hvernig leið þér þegar þú labbaðir inn á leikvanginn hana fyrst á Games? Á Games? Já. Við byrjuðum, sko, á að taka svona liðamörf sem er svona, hvað maður segja, það er svona æfing til heiðurs fallinna hermanna og þeir gera geggjað mikið út af því í Bandaríkjunum. Og þannig að við byrjuðum reyna fyrir utan leikvanginn, sko. Og svo þegar maður komandi inn og búinn að hlaupa einhverja 1600 metra með einhverja börur, sko. Það var bara gæsahúð og gaman, sko. Eitthvað sem maður búinn að upplifa í sjónvarpinu og bara geggjað, sko. Eins og þetta keppa, þetta er mikið æfingar og mikið álag á vöðvana. Þetta er líka andlegt sport.
Já, þetta er náttúrulega, sko, ef hausinn er ekki í lagi, þá, og maður finnur það alveg, ef maður, er eitthvað illa fyrirkallaður, þá er þetta bara drullu erfitt. Það er bara þannig og, þetta er, já, ég myndi segja þetta væri alveg allavega 50% hausinn, ef ekki meira, sko. Hvað drífur þig áfram svona þegar þú lendir á vegg? Ég veit það ekki, það er bara eitthvað við að, sigrast á svona, þessum votum og bara þessi tilfinning þegar þú ert búinn með votið, hún er alltaf, ja, hún er bara mjög sérstök, það er bara, fólk þarf bara að prófa þetta til þess að finna þetta. Þetta er svona einhver velauðunar tilfinning að finna það að maður geti djöflast í gegnum þetta. Þú ert ekkert hættur að keppa? Ég sé bara til. Nei, mér langar mjög mikið að reyna að fara, eins og ég segi, að fara í svona mastersflokki sem er svona eldri flokkur, 35 ára eldri. 35 til 39 er aldursbilið, að fara á games í þeim aldursflokki og ég tel mig alveg að góða möguleika á því. En það er bara 20 sem fara þangað, það eru 40 sem fara í hitt, sko, en það er náttúrulega stærri laug þar, sko. Fyrir það sem eru að horfa og pæli að koma í CrossFit, með einhver skilaboð? Já, bara þú veist, þetta er ekkert svona hræðilegt, sko. Það er rosa margir sem að talaði mjög marga og þeir segja alltaf ég þarf að byrja að æfa til að koma mér í form svo ég geti komið í CrossFit. Og það er mýta, sko. Þú þarft ekki að vera í formi til að byrja, það byrjar enginn í formi, sko. Þannig að bara skella sér og prófa.